blessaðan daginn, elsku tebóðsgestir, Sunniva hér og Birta Líf hérna á hliðarlínunni. Já, Birta hérna í vörn. Ég er í vörn. Hvað ert þú markmaður? Ég var alltaf í vörn reyndar, sko. Já, Ég var að æfa fótbolta. Ok. Er kannski líka hægt að vera handbolta í vörn? Já, 100%. Örgulega. Við slúm passa okkur að tala ekki eitthvað sem við vitum ekki. Já, þegar ég var fótbolta var ég alltaf í vörninni, sko. Mér var ekki treyst fyrir mér en það, sko. En Nei. það er alveg mikil ábyrgð sem fylgir. Já, 100%. Verja maður. Já, Gott defense. Já. Shit. Ángríns. Þú veitir kannski að joina fótboltaliði sem að Tóbi vinnur okkar úr Lavalendir í. Já, hashtag, hvað var það? Það bara heitir hashtag. Já, bara hashtag. Elsku besti Tóbi. Ef þið eru ekki að horfa á Lavalend. Þá bara að byrja að horfa á það núna, Já, sko. byrjaði, please. Ég er alveg að pæli að taka, að því að eins og við tölum í Lavalend þættinum, ég á eftir ennþá að horfa á seríu 3. Ég er ángrið sem pæli að taka hana núna með, að því að mér finnst svo leiðilegt að þurfa að bíða til næsta dags. Já, ég er nefnilega að taka seríu 1 núna með. Það? Hjálpi mér finnst það áns bara leiðilegt, sko. Það? Ég get ekki hvað það er mikil óregla. Það er ekkert skipulag. Ég hata það. Já. Ég hata það. Þau eru bara pissfull. Já, og það er bara, þau bara geta að fara á djammið og komið heim með eitthvað fólk. Ég er bara... Já, hvað var það? Þetta triggraði mig. Ég er bara svona, nei, þetta er bara trash TV, sko. Já, ég var bara að gleyma því Já. maður. Hrikalegt. Svo bara gælur bara svona koma inn í korter, bara eitthvað... Já. Living their best life. Ég lofa að það getur ekki gerst núna, sko. Nei, og svo, ok, í þeirri seríu, sorry, ég var ekki búin að sjá hana, elsku teiparsgestir, en í þeirri seríu þá kemur eitthvað gæi eitthvað, ég vann fyrstu Love Island eitthvað fyrir 10 árum, já. ég bara, what the fuck, var til Love Island fyrir 10 árum? Þetta er endurgerst. Já. Þetta var þess að til, alltaf. Og hérna... Það ekkert tíma hort á það, original? Nei, hvað er þetta að finna það? Ég veit það ekki. Það er ekki bara spólögstar í Það hlýtur að vera blockbuster okkur spólu bara, af því ég hef aldrei heyrt um það. Nei, ég heyrði bara það fyrst þarna. Já. Þá var ég alveg, ok, þetta er endurgerði þættir, þeir eru hætt og svo byrja eftir. Mjög steikt. Svo er ókslega margir að horfa núna á Love Island USA. Já, það er málega. Já, ég er ekki dótt, ég hef heyrt samt ástralíska sem er mjög skemmtilegt. Já, ég get alveg trúið því. Já, það sem ég finnst skemmtilegt við Too Hot to Handle eru Bretanir. Ég veit það. Ég verð að fá hreiminn, þó að sé ástralísku heimi, ég tek það frekar aldrei en ameríska. Og þó maður skil ekki alveg hvað er að segja, skiptir ekki máli. Ángríns, hvað er subtitles hann, sko? Ángríns, unless we whisper. Ángríns. Það sem ég elska líka við Love Island bara official page á Instagram er að þeir setja in caption. Já, þeir setjum brotin með caption. Já, og það er alltaf, þú veist, skrifa og eins og þegar Hugo sagði beautiful, það er bara beautiful. Ég elska það. Elska að vera beautiful. Svo fokk ég fyndið, sko. Ekkert eðlilega gott. Ó, minn umasti. Herru, við erum hérna með What the Fanta. What the Fanta. Aftur. Af hverju er enginn búin að leiðrétta okkar mistök Ángríns. í þættinu sem við drukkum þetta fyrir viku? Bara í sakleysu okkar hérna blönduðum 2 What the Fanta saman. Já, við heldum að vera eitt bragð. Eitt leinibragð. Já, eitt bragð. Já. En það eru greinlega 3 bragð. Það er og 1 leinibragð. Já, það eru 3 brauð og 1 leinibragð og við bara, ok, heldum þetta í fallegu könnun okkar, drukkum þetta og þá vorum við kannski búin að blanda 2 mismunandi brauð saman. Mega sens, sem með að við komum mörg brauð upp í hausina á okkur. Já, ángríns, við vorum bara, hvaða kokteil er þetta? Ángríns, en það gæti verið að við séum með það sama núna. Það getur náttúrulega verið. Ég var sko, innihaldslýsingarnar eru að sama sko, en það hlýtur að vera þannig á öllum, annars getur maður fattað. Já. En brauðin í ár er sem sagt, þú getur keypt þér bara eitthvað drykk og þú veist ekkert hvaða brauð þú ert að fá. Þú getur verið að fá granatepli og plómu. Það hljómar alveg vel. Svo getur verið að fá fersku eða tómata, eða fersku og tómata segja. Já. Og svo 3. brauð, bláber, trönuber og brómber. Hljómar allt mjög vel, sko. Já, tómaturinn er smá svona, what? Já. En samt skilur, maður farið í friðum og fengið sér kokteil úr tómatum, sko. Og það er ekki vont. Nei. Það er blega, sko. En leinubræði var tómatur, sér. Já, það var leinubræði. En ég var að hugsa, þú veist, með við síðast að, þegar við drukkum þetta síðast þannig í þættinum, ég myndi giska að við höfum verið með bláber, trönuber og brómber. Já. Ég var að segja mjög mikið bláber, sko. Já. Og þú sagðir hindber, eða hvað? Já, við vorum eitthvað svona, við vorum svo epli líka, hvað fannst það alveg. En ég held að við höfum verið með
bláber, trunubur og brómber. Allavega einn af þeim sem við heldum hann í könnuna. Já. En við ætlum að smakka hérna á stút núna. Já. Áður við sittum í könnuna. Já. Bara að vita hvort þetta sé saman bræðið. Ég vona að þetta sé eitthvað bræðið. Mér finnst það sjúklega spennandi. Mér finnst þetta eiginlega meira spennandi þegar ég veit bröðin. Já. Það er svo forvitin. Bara svona, hvað fæ ég? Þetta lyktar bara alveg eins og síðasti sem við fengum okkur, finnst mér. Ég held ég sem er ferski og tómata, sko. Núna held ég það líka. Ert þú með eins, kannski? Smakkaði. Við erum mjög hraustar og eitthvað svona ekki pæli hvað veitum okkur. Við erum með sama. Við erum sama. Já. Við megum blanda þessu þá. Þá megum við blanda þessu. Við þurfum satt kannski ekki 2. Nei, hvað er ég að gera? Já. Jæja. Geymdan bara fyrir setna. Mér finnst þessi góður, sko. Mér líður eins og sé öðru í þessu. Við höfum örgulega blandað 2 saman seinast. Mér finnst þetta að vera aðeins öðru í þessu. Já, mér finnst svona meira bragð eitthvað neginn. Það er svona distinktiv bragð af þessum. Í sammála. Hitt var meira svona miklu meira koktel. Já, það var alveg. Hvað er í gangi hérna? Ég held að við höfum potið blandað 2. En þessir eru the same. Þessi er góður, sko. Jú. Gæti þetta verið brómber? Ferskja eða tómatur eða hérna. Eða að því að það er svo mikið bragð, þannig að meikar alveg sens að þetta sé svona. Við höfum kannski blandað saman brómber hérna bragðinu og tómatabræðinu seinast. Já, það geti verið. Af því að það var svo mikið af mismunandi brauðum. Ég held að þetta sé ekki grandepli og plóma. Nei. Heldur það nokkuð? Held ekki. Nei. Er þetta ferskja tómatur eða bláber, trunubur og brómber? Ég veit það ekki. Akkur er ég búin að gleyma okkur tómatur smakast? Ég veit ekki alveg. Það er svona. Þetta er annarkvort þeirra. Ferskja er náttúrulega alveg með mikið bragð af ferski nefnilega. Þannig að mér finnst þetta ekki alveg vera ferski bragð. Þá er þetta bláber, trunubur og brómber sem við erum með. Ég held það. Eða við keyptum þessu alla, þú veist, sama holli. Í sama holli, en maður veit ekki. Þetta er áhugavert. Þetta er mjög áhugavert allan að við vorum vatnar, við fengum 2 af sömu. Já. Hanna. Þessi er góður, sko. Já. Þessi, að ég held að við blönduðum ykkur saman senast. Já, þetta er betra. Já, þetta er betra, sko. Þetta var alveg gott. Já. En þetta er svona meira bragð. Já. Fattar mig? Hitt var meira bull, sko. Já, hitt var bara bull, sko. Þess vegna voru við svona trippy eftir þetta, sko. Og voru bara, hvað er þetta? En núna finn ég bara meira svona bragð. Já. Svona distinktiv bragð einhvern veginn. En þið geti reynda, hérna, mér finnst alveg, eins og ég sagði hann, mér finnst alveg skemmtilega að drekka þetta eftir að ég veit brauðin, sko. Já, nú langar mig að kaupa meira. Já, og reyna að finna munin. Já, reyna að pinpointa, þetta er tómaturinn og eitthvað. Það var ekki að maður getur svona opna miðan og það er bara tomato, eitthvað skilur. Ég er óforvitin til að vita ekki. Hver stendur ekki eitthvað í tappanum eða eitthvað. Maður getur sett svona kóða og já. Svona í svo gamla dag, maður safnaði töppum og eitthvað svona. Hérna, það er svona eitthvað svona QR-kóða þarna á flöskunni. Það er málið. Það er svona dröglega bara eitthvað. Það er bara info eða eitthvað. Þessi QR-kóðar allstaðar eitthvað og ég fatt aldrei að maður er að nota og svo er það bara ekki mikið hags. Já. Já, þetta er bara svona eitthvað þetta. En þetta er á norsku, þannig að ég get ekki lesið þetta. Ok, kann það ekki norsku? Nei, ekki eins vel og ég væri til. Du er en drittsekk. Du er en drittsekk. Herðu, by the way, talandi um norsku. Ég verð að mæla með einum með þáttum. Hérna, þeir heita Exit. Ok. Og þeir eru norskir. Er það skeri þættinir? Nei, þeir eru ekki skeri. Þeir eru svona pínu skeri hvað fólk getur ógeðslegt. En þetta er sem sagt svona eitthvað svona geðveikt ríka gæja í Noregi. Þú veist, þeir eru bara svona sjúklaríkir og þetta er byggt á sannsölu. Og bara svona, þeir eiga bara svona ómikið pening, skilur við bara, þú veist, eins og gæinn sem var að vinna lotto í Íslandi, skilur við, það er bara ómikið pening. Vákomið langar að fá hann í viðtal bæði. Við erum búin að tala hann svo oft. Mér langar bara að spyrja bara hvað það gera. Já. Þú veist, hvað ferðir í morgum? Það lítur að vera alltaf bara með avokado, pönnukökur, ekki að það sé eitthvað dýrt, en þeir skilja mig bara alltaf svona gekk rand. Ég bara avokado okkur um einstu mótni, sko. En þú veist hvað ég meina, bara svona buffet. Já, hann er örugglega með bara, þú veist, þjóna kokka heima þessir og eitthvað. Örugglega. Ég persónulega kokk sem heldur mér í 100% öllu makrós sem ég þarf og ég er bara í best shape ever, skilur, samt að bara eitthvað delish. Það er bara eins og stjórnum að gera það, sko. Það er svona, þú veist, það er svo mikið hags. Já. Það er mikið svindlarar. Þannig að við erum bara svona, er þetta holt? Eitthvað. Eitthvað. We don't know. En hérna, já, þessi þættir norskir,
það skiptir engu máli sem norskir því það texti og eitthvað, en þú veist, ég held að RÚV hafi verið sína og þannig að það hægt að finna það inn á RÚV síðan eða RÚV-sarpnum eða hvað sem það heitir eitthvað. Og sjúklega áhugaverðir. Geðskænlegir. Já, ég þarf að pröfa það. Nei, alveg, ég held að þú myndi fíla það, sko. Aha. Já, ég held það. Já, svo erfitt með alltaf að horfa á eitthvað sem á öðru tungumáli en ég kann. Ég veit að ég líka. En þú veist, eins og, hvað heitir það eftir, Money Heist. Já. Á spænsku, aldrei lært stakt orð á spænsku, sko. Nei. En það geðvikt. En horfður ekki á Narcos? Nei. Það líka geggjað. Já, ég hef heyrt það. Það geggjað, já. Ég bara svo löt eitthvað, horfa nýja þetta held ég. Já. En pröfaðu einn af Exit, þá, þú veist, einn alveg nóg, það dregur Þú lést mig ekkert horfa á okkur líka, einhverja norska eða sænska eða eitthvað sem var svona smá horror. Nei, það var ekki ég. Var það ekki þú? Nei. Alltaf ég horfði einn og ég var bara bæ. Já, það var ekki ég. Okay. Ég hef ekki séð neitt horror útlenskan þátt, fyrir utan enskan, skilji. Já. En ég mæli sjúklega mikið með, þau eru sjúklega skemmtilegir og þetta bara svona... Á Netflix eða? Nei, ég var að segja eitthvað RÚV-sarpnum með eitthvað. Okay. Þú veist, já, allan að RÚV var að sína þannig að það er hægt að finna á inn á, þú veist, þeirra dótar í. I don't know. Og eru klætt að finna á bara netinu líka. En mæli með. Þú veist, þú fílaði Skam. Já, það var ágætt. Já. Að þú skilur. Ég var að kvóta Skam. Að það? Jú, Dritsig. Dritsig, það er eina sem ég veit. Já. Man, ég fíla alveg Skam, sko. Algjörlega. Ég þarf bara að tjekka þessu það. Já, 100%. Ég held að þú myndi fíla það. Að þetta er svona, þú veist, maður er bara svona, þeir eiga svo mikið pening og þeir eru svo siðblindir og ógeðslegir og miklir vondukallar. Nei, en þú veist, það er svona já, gaman að því að maður er bara, nei, þetta getur ekki verið rétt, svo bara, jú, þetta er rétt, skilu, þetta er byggt á sannsölu. Það er alltaf það er svo áhugavert, já. En þú veist, auðvitað ekki gaman, skilu, hvað er mikið ógeð, alls ekki, þið fatti hvað ég meina. Já. Þú veist, maður er bara svona, og líka bara, að þetta er ekki eitthvað í Bandaríkjunum, í Miami eða eitthvað svona, þetta er bara Noregur, þetta er bara eitthvað nákvæmlega eins og Ísland. Já. Ég hef aldrei komið í Noreg, segir þú? Nei. Veist, ég hef stoppað á flugvöllunum, það tekið mig. Nei, ég held ekki. Nei, annars hef ég komið til Amsterdam. Já, einmitt. Hollands. Já. Ég hef ekki. Nei, maður hefur ekki. Þú veist, þá er ég komin til fullt af land. Ég líka, þá var ég búin að ferðast helviti mikið. Ef þú tekur einn dag, ef þú ert á millilanda, þá hefur komið. Er það ekki að þú ferð út af flugvöllunum? Þú verður alveg að fara nýri bæ, skilur. Ég veist þetta, fyrir út af, ekki bara út eins og sérst að fara síkvastur inn, skilur. Bara eina snellu og bara mætt bara með að bökkulistanum. Bara ég komin til Sviss. Sviss, já. Ég hef mittloft og lentur. Já, ángriðs, já. Ég held ég oft fara á Schiphol í Hollandi. Það? Já, það er huge flugvöllur. Já, ég fari til Amsterdam, sko, en ég millilent fárloft í Sviss. Já, ok. Þar lendi ég í vandræðarlegasta svona, það sem enginn vill lendi, aldrei. Ok, ég er svona... Það var bara að searcha... Nei, ok, það vill kannski enginn lendi í því, en þetta er svona öðruvísi, vill ekki lendi í. Ok, ég millilendi Sviss að fórum svo oft í skíðaferð til, Östuríkis og ég veit ekki af hverju vorum millilendi Sviss, en bara, ok, whatever. Og og bæði verið að fá súkkulaði með gulli, það var ekki eitthvað þá borðar ég gulli, en ok ég er örugglega, ég er ennþá í grunnskóla þannig ég er kannski í svona 9. bekk eða eitthvað, bara eitthvað 15 ára squeeze og það er svona makkarna, svona snertverðnar og ég er bara eitthvað alltaf að kaupa mér eitthvað kynaliti eða eitthvað og ég fyrir bara til konar, ég er að tala við hana og ég er að reyna að útskýra og ég er að tala ensku, þú veist að og maður er bara 15 ára, maður kannski endilega gekk góður og ég er að reyna að útskýra það, ég vil eitthvað ekki með miklu glimmeri, þetta er bara geðið mikið svona smá basl eitthvað og svo er hún bara svona, ok, þú veist og ég er að fá að borga og hún bara segir náttúrulega bara einsku, þú þarfst að vera með passportið þitt og boarding með hann þau þurfa alltaf að skanna það að maður að kaupa eitthvað og ég, já, ok, ég er ekki með það og þá er ég lesnir með ég pappi, ég þarf að fá boarding með hann og eitthvað svona, svo bara horf ég eftir hana hún horf á mig, svo kemur pappi eitthvað ákvæmst ekki með þetta með þér, eitthvað svona skammi og þá segir stelpan sem ég er búin að tala við þessu 20 myndir byrja, er þið íslensk? Á íslensku í alveg, ég leið illa í svona 4 daga Hversu vandræðalega? Ég veit það En samt sér, how would you know, skilur? Af hverju að vinna á flugvelli í Sviss? Af hverju? Það bara meikar ekki Hvað er það að gera? Þetta er meira þér að kenna heldur mér, sko Ef þú ferð eitthvað að vinna í Sviss það er alveg ólíklegt að sækja á flugvelli Já Það er svo random Ég gleymi þess ekki, sko Ég var traumatized, svo var ég bara eitthvað Pabbi borga og ég bara gelgjan eitthvað ógeðslega vandræðalegt þetta myndi gerast í dag og væri bara, já, erst þú líka? Já, 100% allt annað því ég lendi í þessu í Mac líka í London Það er íslensk stelpa að vinna þar
What? Já, en þú veist, það var ekkert eins vandrarlegt. Þú veist, þá sagði hún bara strax eitthvað því ég var með hóp eitthvað, það íslensk? Og það var bara get nice. En þetta var búin að vera að tala við hann í 20 mínútur eitthvað strekla. Og svo eitthvað, pabbi, okkur sagði hann ekki neitt líka því ég kallaði pabbi. En hún beigði svona eftir að pabbi væri komin, þá var hann þið íslensk? Ég bara svona, oh my god. Guð, alveg traumatized. Já, alveg. Heyrðu, ég veit ekki af hverju er að tala um það. Anyways. Ég manna ekki. Nei. Varum að tala um Noreg. En já, ég mælu með Exit ef þú viljið tjekka okkur. Já. Svona ef þið að bíða eftir þáttum á Love Island. Eða horfa á gamla Love Island series. Já. Ég ætla að horfa seríu 3, ég ætla að gera. Já, það kom tím til. Já, þú sagði hann mjög góð. Ég hef ekki séð hana. No, en það var allir sagt já, það. Já, það var allir sagt það, já, ok. Já, þú hefur ekki heldur séð hana. Nei, ég bara séð ykkur 2 þætti eða fyrst þætti. Já, mitt. Erum að tjekka hana. Yes. Anyway, svo er það Laugar Spa. Organic skincare, babes. Organic skincare. Herra, við vorum að FaceTime í gær. Já. Og ég var að, því sá, þú settir að glúsirfi og einhverja dropa. Já. Hvað dropa? Vitamin E. Já. Já, bara við vorum að spjalla hérna á FaceTime. Svo fórum við bara báðar að gera skincare með hann. Það er svo næs að hafa einhvern veginn með að gera skincare. Það er svo næs. Ég er angri stundum kveiki bara á tebúinu, menn ég er bara eitthvað, þá lifir ekki eins og þessi einn. Það er bara, ok. Hlusta sjálfa. Já, eða sem verður bara að hlusta þig. Já, en já, það var mjög næs. Svo var bara, fyrst voru 3 okkur framan, svo sest ég niður við make-up-borðum mig og vorum að gera skincare. Setta glowdropana, ég elska það, sko. Þegar ég man eftir, þá bara, þú veist, ég er búin að nota núna bara straight í 7 daga, ég bara, að því að mér líður svo vel því ég vakna, mér líður þess að ég bara eitthvað fresh as fuck. Bara endunar þig. Já, mér líður svo andjós þess að bauga mín séu minni, skilur við. Ég vakna bara svona að gera cute eitthvað, ég var svona, you don't need makeup. Sæta mín. Cutie, how are you? I woke up like this. Já. Þannig að við mælum 100% með glóseruminu og vitamíndrópum. Já. C.O.E. Ángríns, ef þú vilt vakna fresh as fuck þá bara glowdropin í alvörinni, ég er ekki grínast sko. Nei. Ég hef búin að vera svo draugur senstu vikuna og allt ég væri bara holy grail. That's cocktail up sko. Og það er svo næs líka að maður fer bara ferskar að sofa með eitthvað svona framan í sér. Já. Svo góð lykt líka maður er svona bara, I smell good. Yes, I smell good. Don't touch my face. Já. En hefðu við FaceTime, að við vorum að FaceTime svolítið seint í gær, en hefðu við verið að FaceTime kannski aðeins fyrr, þá hefur kannski 3 bustan okkar líka. Já. Við erum að gera það. FaceTime á 3 bustana. Já. Það er líka svolítið svona, þú veist, tasks. Það er tasks sem maður þarf að, það er líka svo pirrandi að því að, þú veist, þegar maður áður við kynntist Mist & Co, þá var maður alltaf með vaskin í gangi. Þá gæti maður ekki sem hlusta á neitt, skilur. Já. Ekkert eðlilega pirrandi. Já. Því ég er alltaf að reyna að horfa á eitthvað, þú veist, það bara svona virkaði ekkert og ég verða að vera að horfa á eitthvað að hlusta eitthvað með, ég er að gera eitthvað svona leiðilegt. Ég er alveg sammálaður. En núna getur maður bara setið og bara horta á eitthvað. Og bara það er engin hljóð nema í sprayinu. Og svo ertu bara nutta í handklæði. Já. Ég fatt það líka nafnið á fyrirtækinu, Mist & Co. Þetta er náttúrulega Mist. Já. Varstu maður að fatta það? Já. Ekki. Og svo Co hlýtur bara handklæðið og allir hinni hlutirnir. Já. Meira opportunities to a brand. Já, þetta er geggjum Mist í þessu. Þetta er ekki svona aggressive spray. Nei, já, þetta er svona Misty. Ógeðslega góð lykt að og líka íslensk framleiðsla sem við erum alltaf bara love that. We love that. Þið sjáu það. Já, þið sjáu það. Þið sjáu það. Við erum íslenskar, sko. Víkingar. Víkingarnir sem kunni ekki eins og íslensku. Nei. Það gleymdist að kenna okkur það. Já. En við styðjum íslensk fyrirtæki, sko. Já, 100%. Við elskum það. Og við elskum að sjá fólk dafna og stækka og já, það er bara ekkert betra. En við mælum með að fara í Hagkaup og næla ykkur í Mist & Co og 3 burstaningar. Á með að horfa á tilboði? Á með að horfa á tilboði. Við viljum fá tags. Please, við elskum tags. Þið að 3 burstaningar Mist & Co og horfa á tilboðið eða hlusta. Já. Núna erum við að fá smá svona tags á Instagram eitthvað svona fólk eitthvað svona, tilboðið með þú eitthvað að kaupa sér Fanta Lemon. We love to see it. Já, það er svo gaman. Það er svo gaman, þannig að takk okkur í all that shit, sko. Já, all that shit. Okkur finnst það geggjað. Já. Herri, ég var að keyra hérna í morgun. Ég var eitthvað, ég veit ekki af hverju, í stundum var ég bara að hugsa eitthvað út í bara bláin eitthvað. Þú veist, að því núna erum við svolítið mikið að nota síman okkar í þáttunum og þú veist, eins og lesa dilemma og svo þannig. Þú veist, við erum stundum með tölvunar okkar og stundum með síman okkar, bara fyrir eftir hvað þáttur er og hvað erum að gera. Já.
Ég var að pælda ef við myndum frétta eitthvað svakalegt á meðum, bara í þætti. Þá fór ég að pældu, ég tárast að hugsa um það, ef við fengum bara eitthvað fréttur að Kim var í dáin eða eitthvað. Er það að versta sem þú gæst hugsaðir? Já. Það er alltaf hrikalegt, en það gæti alveg verið verri fréttir. Já, fyrir okkur, skilur. Þá er ég ekki að tala um eitthvað svona persónulegt, eitthvað, þú veist. Eitthvað svona sem að gæti tengst tilboðinu. Já, eitthvað svona. Rosalegt, sant? Pældu í því. Oh my god, þú veist, að því að maður hefur oft verið í símanum bara eitthvað og eins og með, þú veist, Kobe og eitthvað, skilur. 100%. Og þá pældi ég við hefum fengið þær fréttir bara eitthvað eða með elsku besta Philip, já. Við vorum fucking nýsestar inn eða eitthvað. Já, vorum nýsestar inn, já. Og þá komið þegar við varum komin út. Við varum bara, oh my god, við hefum verið í þættinum bara. Já, hann dó 9. apríl, við vorum að taka við þá. Já. Síðast þátturinn fyrir Before Embla. Já. Heldur því. Það er galið. Það er galið. Eins og ég sagt, hún endurfættist, skilur. Hún er bara prins Philip, sko. Ok, litla mín. Sætust, bæði, hjálpi mér, getið í stóriðin, sko. Kræst maður, hún er svo stór. Já, bara hættu þessu, bara stoppaðu núna. Bara hættu að stækka. Og hún er bara hjút. Hún hefur líka alltaf verið minnst af öllum börnum í kringum mig, hefur hún alltaf verið lang minnst af því að hún fættist alveg frekar lítil og bara svona petite. Já, og svo náttúrulega var önnur vinkun okkar að eignast lítið strák daginn. Og ég lagst til að hitta þau að því að Embla Þetta er jafn stór bara þegar hittast. Nei, Embla áörgla eftir að geta étið hann. Þú verður örugglega svo stór. Já, oh my god. Já. Nei. Hún er svo lítil. Hún er svo stór, sko. I miss her. Miss her face. Sæta mín, sko. Sæta besta. En já, þá fór ég að hugsa, út frá þessari hugsun, við verðum að taka þátt sem að, erum svona, bara svona legend sem hafa fallið frá. Tala um það. Já. Og hvar við vorum þegar við fréttum það, hvað vorum að gera og þannig. Veistu, ég veit ekkert hvernig ég myndi bregðast við ef eitthvað af þessum vinkonum mínum myndi deyja, sko. Hjálpi mér, skulum bara vona að við verðum fallna frá því það gerist. Helst, sko. Nei, alveg, ég veit ekki. Ég bara, myndi ég gráta? Þú myndir gráta. Ég veit að ég myndi gráta, sko. Já, 100%. Ég veit að, en hversu mikið, skilur? Já. Það var áhugavert. Það er ekki oft sem maður sér þig gráta, sko. Nei, en þetta myndi break me down, sko. Þetta væri bara, já. Úff. En ertu ekki til að taka þannig þáttu við mann? Jú, til eða, sko. Ok, ég held svo smá stressu núna að vera með síman en að þeir rættum að við fréttum eitthvað. Ángríns, við erum allt beint í æðina hjálp. Það er alveg svolítið creepy, sko. En við ætlum að taka dilemma þátt. Eins og við veitum, þá er þættinir orðinir svolítið svona Dilemma vibes og svo náttúrulega bara, þú veist, sjáum við bara. Já, það er eitthvað reglur í tilbúinu. Nei. Svo kannski breytum við til og svo kannski breytum við ekki til og en við eigum eftir að spyrja ykkur á Instagram hvað ykkur finnst dilemmas. Hvernig er það að fíla? Því að þú veist, eina svona feedbacki sem við erum að fá er að endast það meira sögum, skilur? Sem hlýtur að vera gott. Já. En finnst fólki gaman að hlusta á sögur annara? Ég vona það. Eða ef fólk bara sendir og vonum að heyra bara sína eigin sögu. Já, ég veit það. Hvað þarf? Getur verið. Ég ætla að elska að hlusta á dilemmas hjá öllum öðrum, skilur. Ég líka nefnilega. Af því að ég er alltaf bara, já, nei, ég myndi gera hitt og þetta. Svona tala við, skilur, útvarpið eða eitthvað, skilur. Mér finnst það gaman, sko. Herra, við erum hérna með eina sögu og við erum ekki búin að lesa hana alveg í gegn. Nei. Þannig að við erum að fara að frumlesa hana. En við sáum svona stikkorðarna sem vorum bara, ok, heyrðu, þessi vantar aðstoð. Já. Hegi. Og disclaimer, við erum ekki sérfræðingar í neinu. Ekki neinu. Nema bara viðskiptum og eitthvað, kannski. En má maður ekki segja það? Ég get gefið þér markas ráðgjöf. Markas og viðskiptaráðgjöf, þau getur leitið til okkar, við megin lögulega að gera það. Já. Myndi ég halda, því við erum báðar menntaðar. Jú, við megum það. En við erum ekki sérfræðingar, við erum ekki sálfræðingar, við vitum ekkert hvað við talum, við erum bara eins og þið og þið eru bara eins og þið sé að spyrja vinkunni ykkar hvað það er og ef það er eitthvað sem að þið virkilega vantar aðstoð við, þá mælum við náttúrulega með að leita til sérfræðinga. Alltaf. Always, sko. Always. Herðu, ok. Það er ein saga. Þetta kemur frá kvenmanni. Hún segir, hæ, ok, langar að byrja að segja ykkur hvað ég elska teppuð og elska ykkur. Ég elska þið líka. Nei, sko, við elskum þig. Ángríns, besta mín. Mér langar að koma með smá dilemma, en svo veit ég svo sem ekkert hvort að flokkast undir dilemma endilega. En ok, áhugavert og stutt. Ok.
Let's do this. Ég var sem sagt í sambandi fyrir cirka 2,5 mánuði síðan. Ok, stutt síðan við saman. It's fresh. Já, við vorum búin að vera saman í meira en hálft ár. Þetta samband hefði reyndar átt að slitna fyrir löngu vegna þess að við vorum með mjög mörg rauð flögg sem ég áttaði mikið á fyrir eftir sambandi. Red flags. Maður fattar oft það eftir á, sko. Já, en samt svona stundum meira vinkonum að benda manni á það, en þú svona ákveður og bara nei, ég ætla ekki að taka eftir þessu. Þú bara, ég litblind, ég sé ekki rautt. Án gríns. Já. Hún segir, hann beitti með andlegu ofbeldi sem ég fattaði ekki. Og vegna þess að ég fattaði ekki, þá hefði þetta enga veginn þannig sé áhrif á mig og mér leið bara vel, bara svo það sé á hreinu. Allavega, ég átti, hún skrifa átti með stóru. Ég átti vinkonu sem ég var að vinna með og þegar við unnum saman spjölluðum við lífið og tilveruna. Ég talaði mikið þáverandi kærasta minn og sagði henni frá í rauninni öllu. Og ég treysti henni líka fyrir öllu. Ég hefði sagt henni frá þessu ofbeldi sem var til staðar og hún studdi mig eins og vinkonur eiga að gera. Þegar þessu sambandi lauk síðan, sem bæði mest á bullshit í heimi, hann sem sagt hætti með mér vegna þess að hann sá að ég hefði postað mynd á Instagram þar sem rétt svo sást í nærbuxna mínar. Þetta var ekki nektarmynd. Ok, bye, vinnur. Boy bye, sko. Já, farð þú bara í munkana eða eitthvað. Án gríns. En... Nei, ok. Ég veit ekki hvort þá senda svona fólk. Þú mátt posta nákvæmlega því sem þið langar að posta. Bara, og þó það hefði verið nektarmynd. You go girl. Bara do you, sko. Já. En já, þegar þessu sambandi lauk síðan þá hættum við alveg að tala saman því hann blokkaði mig leið og hann gat. Vá, þroskaður. Eftir þess að viku frétti ég að þessi svokallaða vinkona mín var ekki að hanga með honum og jafnvel að reyna við hann. Síðan frétti ég það að þau voru að kúra og eitthvað svoleiðis. Ég reyndi að láta þetta ekki hafa engin áhrif á mig. Hún reyndi að láta þetta hafa engin áhrif á sig, en það ekki alltaf auðvelt. Anyways, 1,5 mánuði eftir við hættum saman frétti ég það að þau höfðu hist og gert eitthvað saman. Sem sagt aðeins meir en bara vinir. Það að hún hefði verið vinkona mín og vissi af öllu sem hann hefði gert mér og hvernig staðan væri á okkur, þá fór hún samt og stundar með honum Dodo. By the way. Skrifa hann Dodo? Nei, hún gerir svona monkey emoji. Já. Ég sagði bara Dodo. Dodo, ég hef Dodo svo lengi. Ok, let's bring Dodo back, sko. By the way, þau eru enn að hittast í dag og það vita allir að þetta ekki að fara að verða neinu sambandi. Þetta svo erfitt að láta svo ekkert sé. Hvað finnst ykkur? Þetta svo fucking mikið begla, sorry. Þessi vinkona hennar. Já, hún var búin að senda hennar post tvisvar, ég sé það. Hérna, varst þú að lesa fyrir ofan? Nei. Ok, að því fyrir ofan segir hún 1,5 mánuði eftir þau hættu saman frétti að þau riðu. Og hún sagði ekki Dodo. Hún sagði bara riðu. En það kannski verðt að taka fram að við sem sagt riðum ekki. Það að hún hefði verið vinkona mín og vissi af öllu sem hann hefði gert mér og hvernig staðan væri á okkur og fyrir sem á ríður honum fyrst mér eitthvað annað meira rugl, sko. Þau náttúrulega láta eins og ekkert sé. Bæði veið þau enn að hittast í dag og það veit allir að þetta ekki að fara að verða neinu sambandi. Wow, ok. Mér finnst þetta ógeðslega ljótt af því að hann að beita þér andlega ofbeldi hana og þú ert að opna þig við vinkonu þína og segja henni frá því. Bara vinkona. Þú veist, þetta ekki bara fyrrandi kærustu, þetta fyrrandi kærustu sem beitir andlega ofbeldi, skilur. Klála. Þetta er bara some fake shit, sko. Líka bara, af hverju vill þú vinkona sem að ert vinkona þessar stelpu sem veit ekki að við erum að tala við sig, en ok, veist, af hverju vill hún deyta hann? Ef hún veit, skilur sögurnar. Af hverju hún bara, nice. Já, bara, red flags. Já, elska það, hann var svo leiðilega við hana. Hann var örugglega góð við mig. Það virkar aldrei svo leið, sko. Nei. Új, þetta er ógeðslega ljótt. Ógeðslega ljótt og líka þetta, stelpur, ef einhver setur út á hvers konar mynd þú postar, þá er þetta boy bye. Þá ángríns, þetta er boy bye, sko. Boy eða girl bye. Já, bara ef einhver aðali setur út á það, þetta er sko Instagram eða bara neti, skilur, að það sem þú ákveður að posta myndum er bara þitt myndaalbúm. Já, bara hvernig þú stjórnar því. Og þú ert eitthvað ánað með
þig og vilt bara vera og sína það, skilur þá bara þú do tókst it. flotta mynd og sama hvernig þú ert á myndinni, hvort sért í bikini, í nærfötum, engu, eða fötum, úlpu, skilur, whatever, bara do it. Eða langar að posta myndinni, gerðu það. Já. Og ef einhver gæi, einhvern mann setur út á eða segir, þú veist, biður þig að hætta að posta myndum sem eru á einhvern hátt, bara hann segir, þú veist, ég vil ekki posta bikini myndum eða eitthvað svona, stelpur í alvörinni, hlaupið. Hann á að horfa á þig að vera bara I own that shit, hann á að vera proud, hann á ekki að vera bara ertu að grínast það? Nei. Fuck that, sko. Líka hann á líka bara að vera stoltur hvað þú ert stolt af þér. Skilur þú? Svo confident eða sjálfströsti bara það sem er mest sexy sem heimi. Á gríns. Og það skín af öllum. Já. Sama, þú veist, sama hvernig fólk er vaxið, hvernig það er, bara ef þú ert sjálfsörugur, þá ertu bara gorgeous. Já. 100%. Það er bara, það hjálpar manni mjög mikið að þú veist, að líka bara líða vel, skilur 100%. Þú veist, það skín í gegn þegar þið líður vel. Já. Það skín í gegn bara hvernig þú berðið, hvernig þú talar, hvernig þú kemur fram við aðra. Þannig að þú veist bara, ef þið líður vel að gera eitthvað, gerðu það. Svo lengi sem það skadar ekki aðra. 100%. Og það skadar engan þó þú pósti mynda og sérst í brókina þér, sko. Believe me. Skadar ekki neitt, sko. Ángríns. Minn aumasti. Þannig að þú veist, það bara, og hann hafi beitti andlega ofbeldi og fór ekkert nánar orðin í hvernig, þannig að þú veist, við getum kannski bara ímyndað okkur með að við hvernig hann lætur hún posta mynda sér. Já, en bara bara, kannski leiðilegt að heyra, en you dodged the bullet, sko. 100%. Þetta bæði vinkonaðinn og þessi gæi er ekki skilið, sko. Nei. Og þú vilt ekki umgangast svona fólk og kannski erfitt að kynkja, en þú bara you own it, skilur, bara own yourself, ekki vera pæli þeim, þau eru bara með að bara eiga hvort annað, þau eru bara toxic, skilur. Bara, þú veist, sorry to say it. 100% og sorry to say it líka bara, þú veist, karma's a bitch, fattur og hún veit hvernig hann kom fram við þig og ef hún síðan lendir í svipu frá honum, hans hálfu þá getur hún, þú veist, hún getur engum kennt nefn sjálfur sér, af því að she knew, skilur. Já, hún vissi það. Já. Hann, þú veist, auðvitað bara, við óskum ekki að neitt lendi í neinu illu eða neitt slíkt. Bara, þessi manni er batnandi og hann er ekki að beita hann á andlega ofbeldi 100%. Já, auðvitað. Við viljum bara besta fyrir alla, skilur, en þessi framkoma er bara ekki í lagi og þetta er ekki viniðinir eða neitt þannig, sko. Þetta er ekki þessi verði. Nei. Hann, ég held að Sunna setti naglan á höfuðið þegar hún sagði you dodged the bullet. Já. 100%, sko. Bara líða en bís, sko. Já. Og bara gott að hann sé bara að blokka þig, af því að þú veist, þú þarft ekki að sjá. Nei. Og hann þarf ekki að sjá þig. Nei. Bara halda áfram að posta brókamyndum, sko. Já, bara do it, girl. Það er gaman að posta brókamyndum. Já. Ángríns. Nei, bara í alvörinni. Þú veist, bara í alvörinni gleymdu þessu liði, þegar ekki skilið að þú sért að hugsa um þau, sko. Nei, og ég veit að það er sárt að missa, þú veist, kærastinn og svo stöttu setna góð vinkonu, skilur, auðvitað er það ógeðslega sárt. Og það er ógeðslega vont að vita aðeins saman, skilur, en samt í alvörinni þessi gæi var ekki góðu gæi. Nei. Og þessi vinkonaðinn var greinilega ekki vinkonaðinn. Nei. Þannig að, þú veist, ég efast ekki um það og eigir fullt af öðrum góðum vinum sem að þú getur bara heyrt í. Já, og bara verið, bara þroska það samband áfram og gleymt þessu liða, því það er alltaf ykkur í lífin mann sem að mun, skiluru, snúa gegn manni og brjóti manni hjartað og þú veist, því miður. En þú veist, þannig er þetta bara, þannig virkar sigtunin, skiluru. Já, nákvæmlega þannig. Þannig virkar sigtunin. Já, hvernig átt að vita, þú veist, ég veit það ekki. Það er fólki sem brýtur ekki tröstið og svo er það fólkið og þú bara, leið og það er þannig, ef það er ekki kannski fyrir eftir hversu alvarlegt það er, skilur hvort þú vilji fyrir ekki á mannskyninu, en þess það er oftast erfitt, sérstaklega er eitthvað svona, þá bara sigta það á burt. Bye, Felicia. Bye. Girl and boy bye. Já, og líka bara, þú veist, ég myndi nennir að taka þessari lífsreynslu sem þú varst að lendi í, sem er einmitt bara umlægt og þetta er sárt og mann er verkir í hjarta og allt það. Taktu þessu sem bara svona þvílíkri lærdóm. Af því að þú veist, eins og þú sagði sjálf, þú sást rauðu flöggin eftir á. Já, núna veistu fyrirfram. Já, nú veistu fyrirfram hvað rauðu flögg eru, eða svona cirka allavega. Þú veist, 100%. Þú veist að koma þau í mismunandi myndum, en þú getur cirka gefið þér það, sérstaklega eins og með andlegt ofbeldi og svoleiðis. Og þú veist núna hvað þú ætlar ekki að láta viðgangast, bæði í vinasambandi og ástarsambandi. Einmitt, bara 100%. Þannig að þú veist, þú varst ekki að missa mikið. Nei. Þú varst til að Þau voru bara að gera í greiða að losa svona toxic lið úr lífinni þínu, sko. 100%.
eins leiðilegan háttu þau gerðu það. Já. Það var bara í alveg það skilir miklu betra en þetta, sko. Og þetta er bara, veistu, þetta er líka bara barnaleg hegðun. Já. Þetta er ekkert eðlilega barnalegt. Einmitt. Að, veist, setja út okkur skona myndir úr að setja og hætta saman yfir því. Já. Bara, já, ok, blokka hana. Já. Bara halló, ok, heim, sko. Bæ með hana gæja, sko. Já. Getur hann gæji neitt? Nei. Grow up. Án gríns fucking toxic, sko. En já, eins og Birta sagði, bara takt þessu bara sem lærdóm og bara... Ég held að það sé besta í þessu já, stöðinu, og þú veist, auðvitað er leiðilegt að vera alltaf eitthvað að passa sig svona í næsta og vera með vantraust, skilurðu. Það er eitthvað sem eyðileggur líka nýsambönd. Já, klárlega. En bara vita allavega rauði flögginn, skilurðu, er hann að hamast á þér, er hann að skipta sér að hvað þú ert að posta á samfélagsmiðlum. Leið og það er eitthvað svona neikvæð orka sem kemur frá einhverjum gæja. Ekki þess fyrir. Nei. Alls ekki. Nákvæmlega. Bara get out. Líka eins og þú segir, passa að þetta skemm ekki fyrir næsta sambandi. Það er alltaf mjög mikilvægt. En maður verður alveg, þú veist, maður verður að vara ná. Sár, skilur, já, en auðvitað. Núna veit maður bara svona, já, ok, ég veit að ég þarf að passa maður þessu. Ég tók ekki eftir þessu seinast, en ég læri það næst. Og líka þér að segja, þá áttu eftir að meta hina hlutina. Þú veist, ef kynnist eitthvað um nýjum gæja og hann er æðislegur og hann hrósar þér fyrir að posta mynda. Bara vákvæmt flott mynd maður, djúðlega þau heit, djúðlega vel út, djúðlega sæt, vákvæmt falleg. Þá áttu eftir að vera bara, hvað ég átti þetta skilja, en ekki hitt. Einmitt. Þannig að it's a lesson learned, honey. Lesson learned, eins og leiðilegt og að þú þurftir að lenda í þessu. En við gerum að besta úr þessu. Já. Tökum þessu sem lærdóm. Já. Mér langar að taka heilan þátt sem er bara rauðflögg. Já, hjálpið mér, sko. Því ég held að þurfum að fara yfir það. Gerum spurningaboks. Hvað er rauðflögg? Já. Hjálp, já. Það er næsti 15 þáttur. Já. Red flags. Af því það er svo mikið sem að maður veit ekki. Oh my god, sko. Vá, við verðum að gera. Já. Ok, við meðum ekki gleyma þessu. Nei, ég ætla að skrifa þetta strax niður, næsti þáttur. Næsti 15 þáttur, já. Er það samt afmælisþátturinn minn? Minn aumasti. Red fucking... Annars tökum við það bara í mánudagsþættinum, af því þetta er eitthvað sem við verðum að taka. Já, jú, jú. Red flags má ekki vera afmælisþátturinn minn. Nei, það er svolítið ljótt, þú þarft að eiga afmælisþátt. Ok, við tökum alla red flags á næstunni. Já, á næstunni. Hvað sem að verða á mánudegi, 5. bara, we will find out. Sko, því þurfum að safna mikið, af því þetta mun alveg örugglega hjálpa mörgum. Ég held það nefnilega. Og þú veist, í alvörunni, ég held það, sko. Og eigum við þá að taka red flags í ástarsambandi, eða bara vinsambandi, eða bara bæði. Já. Af því það, þú veist, red flags og bara manipulation. Það er basically að sama, sko. Þannig að það getur verið í vinasambandum, fjölskyldusambandum og í ástarsambandum. Klárlega. Þannig að við þurfum bara að taka þetta, að ræða þetta. 100%, og líka bara safna, eins og þú segir, safna frá ykkur til gestunum hvað er red flags í rauninni, hvað ykkur finnst að vera. Og setja inn bara með góðum fyrirvara, því að þeir eru svo duglega að senda okkur og oft kemur kannski kvöldu og við tókum þáttum daginn. Og þá er svo, dammit, við vildum að við náðum að taka þetta með. Einmitt. Eins og matakombo, við erum ennþá að fá það núna í morgun. Okay, elska. Svo mikið að matakombo, sko. Það kemur part 2 eitthvað til mann. Hóngríns. Það verður að vera. Já, true. Herðu, við glemdum að skála í byrjun. Skál fyrir þessu. Vá, gleym aldrei að skála. Nei. Skál fyrir þér, vinkona. Já, og skál fyrir lærdónum og bara live your life to the fullest. Og karma will hit them. We promise. Sjáumst það næst hætti. We know karma. We know it. She's coming. She's coming for them. Já, sjáumst það næst hætti, Birta mín. Bye, Sunna mín.